Kæru íþróttamenn og aðrir gestir, velkomin á þennan fögnuð okkar þar sem við krýnum íþróttamann Vals árið 2020. Vegna þeirra aðstæðna sem nú ríkja, þá fyrirkomulag þessa viðburðar okkar með smá frábrugðnum hætti frá því sem áður hefur verið. En við höldum samt í hefðina og munum streyma þessum tímamótum til ykkar héðan úr fjósinu. Við vonumst til þess að sá skemmtilegi Valsandi sem ríkt hefur á þessum samkomum okkar komist til skila alla leið til ykkar. Óumdeilt að rekstrarumhverfi okkar var óvenju krefjandi þetta árið. En samt sem áður þá tókust við á við þetta og leystum það bara nokkuð vel. Ársins verður aðalega minnst sem árið þar sem ekkert var eins og það átti að vera. Það var ýmist verið að fella niður, banna æfingar, byrja aftur, leyfa áhorfendur eða banna áhorfendur og svo framvegis. Engu að síður var árið íþróttalega séð gott ár fyrir Val og fólkið okkar stóð sig frábærlega og var eins og ávallt félaginu til sóma. Fyrir hönd stjórnarinnar langar mig að færa ómældar þakkir til allra þeirra fjölmörgu sem að lögðu hönd á plóginn og gerðu okkur kleift að halda úti því metnaðarfulla íþróttastarfi sem Valur heldur úti. Það of langt mál að telja upp alla þá einstaklinga sem komu að starfseminu okkar, en mig langar að nefna fálkana, valkyrjurnar, alla foreldrana, stuðningsmenn okkar, þjálfara, íþróttafólk og starfsfólkið okkar. Kærar þakkir fyrir allt saman. Án ykkar gætum við ekki haldið úti því öfluga starfi sem haldið úti hjá Val. Nú þegar komið að endalokum þessa árs gott að líta öxl og fara eins yfir þá starfsemi sem að þó var á árinu. Okkur reiknast til að Valur hafið unnið 10 bikara á árinu. 1 í fótbolta, 8 í handbolta og 1 í körfubolta. Valur auk þess með lið í efstu deild meistaraflokks karla og kvenna í öllum 3 boltagreinunum. Það að segja handbolta, fótbolta og körfubolta. Og það sem meira það eru fulltrúar frá okkur að spila og æfa með landsliðum Íslands í öllum þessum greinum. Samtals eru 79 einstaklingar sem ýmist æfa eða keppa með landsliðum Íslands. Hér má sjá nöfn þeirra, en þetta eru 43 einstaklingar í handboltanum. Þetta eru 15 einstaklingar í körfuboltanum og þetta eru 21 einstaklingur í fótboltanum. Til hamingju með þetta öll saman. Til að rifja upp árið sem að líða, þá höfum við sett saman stutta myndasyrpu sem gaman að horfa á. Syrpan sýnir aðeins hluta af því sem framfór á árinu og þeim árangri sem fólkið okkar náði. Þar sem ekki hefur náðst að spila nema örlítið af mótinu í handbolta og körfubolta, þá örlítið ójafnvægi á fjölda mynda frá hinum ýmsu greinum og veit ég að þið sýnið því skilning, en við vonumst til þess að keppni í handbolta og körfubolta hefjist fljótlega á næsta ári. Meðfylgjandi myndasyrpan. Flestar myndir sem þar voru teknar eru teknar af Þorsteini Ólafs og Baldri Þorgilssyni og kunnum við þeim þakkir fyrir. Syrpan tekur cirka 10 mínútur að renna í gegn og meðan þið horfið á þá njótið þið söng frá Valskórnum. Gjörið svo vel. Valsmenn léttir í hugum, leikum á sér berri stund.
Hvergi er fjörur en
Við höfum ofta rætt það að við ættum að vera duglegri við að veita fólkinu okkar viðurkenningar. Slíkt er hvetjandi og sýnir að við tökum eftir þeirra starfi og að við kunnum að meta það sem þau eru að gera. Við höfum því ákveðið að veita verðlaun fyrir efnilegasta karl og konu í körfubolta, handbolta og fótbolta. Jafnframt því þá ætlum við að verðlauna sjálfboðaliða ársins í körfubolta, handbolta og fótbolta. Stjórnir hverra greina fyrir sig völdu sína verðlaunahafa. Ég ætla að lesa upp hverjir verðlaunahafarnir eru og biðja þá að koma og veita verðlaunum sínum móttöku. Með mér við verðlaunaafhendinguna er Eva Halldórsdóttir, varaformaður aðalstjórnar Knattspyrnufélagsins Vals. Og þá er komið að því að veita viðurkenningu fyrir efnilegasta íþróttafólkið okkar árið 2020 og við ætlum að byrja á því að útnefna efnilegasta knattspyrnumanninn og það er hann Valgeir Lúndal Friðriksson. Gjör svo vel, Valgeir. Til hamingju. Og til hamingju, Valgeir, með nýja samningin. Við hlökkum til að fá þig heim aftur. Við sjáumst. Næst er það efnilegasta knattspyrnukonan. Það er hún Arna Eiríksdóttir. Gjör svo vel. Til hamingju. Og þá er það efnilegasti körfuknattleiksmaðurinn. Það er hann Ástþór Atli Svalason. Gjör svo vel. Og til hamingju. Næst er það efnilegasta körfuknattleikskonan. Það er Ingunn Erla Bjarnadóttir. Til hamingju. Og síðan er það efnilegasti handknattleiksmaðurinn. Það er Benedikt Gunnar Óskarsson. Til hamingju. Efnilegasta handknattleikskonan er Ásdís Þóra Ágústsdóttir. Til hamingju. Takk fyrir. Þá er komið að því að velja sjálfboðaliða ársins og sjálfboðaliða ársins í knattspyrnunni er Edvard Skúlason. Gjör svo vel og til hamingju. Takk. Og sjálfboðaliði ársins í handknattleiknum er Sigurður Ásbjörnsson. Til hamingju. Takk fyrir. Og körfuknattleiksdeildin hefur valið sjálfboðaliða ársins hjá sér Sigurð Má Helgason. Óskum við honum til hamingju en hann á ekki heimangengt og við sendum honum bara góða kveðjur og þakkir fyrir hans starf fyrir körfuboltann. Takk. Sú hefð að velja íþróttamann Vals hófst árið 1992 eða fyrir 29 árum. Með því að Halldór Einarsson Hensson gaf bikar og kom hefðinni á. Í ár verður því 29. skipti sem við veljum íþróttamann Vals. Í 14 skipti hefur kona hampað bikarnum og í 14 skipti hefur karl orðið fyrir valinu. Jafnræði milli kynjanna er því algjört. Það er gaman að segja frá því að niðurstaða dómnefndarinnar var ótvíræð. Algjör samhljómur var í nefndinni það að íþróttamaður Vals árið 2020 er Anton Rúnarsson. Til hamingju.
Ég kem bara hérna með. Til hamingju með pappa og manni. Þá þessari athöfn lokið hjá okkur og við óskum öllum Valsmönnum nær og fjær gleðilegs nýs árs og sjáumst á nýju íþróttaári. Takk fyrir.